Það komið kvöld. Ég stend hérna fyrir utan næturskýli á vegum UNICEF fyrir heimilislausa drengi. Þeir geta komið hér og hallað höfði sinni hér í staðinn fyrir að sofa á götunni. Ég ætla ekki að trufla þá því þeir eru farin að sofa, en ég kynntist einum þeirra í dag, honum Jahidul. Jahidul er 13 ára og vinnur 12 tíma á dag. Hann flúði heimilisofbeldi og hefur síðan hann var lítill séð fyrir sér einn á götunni. Hann hefur því þurft að fullorðnast hratt. এখানে কাম করি আর রাত্রে নাইট সেন্টারে থাকি। Hérna í Bangladesh eru börn að vinna hvert sem litið er. Litlir strákar og litlar stelpur að pússa skó, selja mat og tína rusl út á götu. Börn vinna líka sem heimilishjálp og í verksmiðjum. Það er mikil eftirspurn eftir þeim því þau eru ódýrt vinnuafl og auðvelt að láta þau vinna tímunum saman. Ég hitti einmitt hana Móniku sem er 10 ára og vinnur frá morgni til kvölds í skóverksmiðju. আমি কাজ করি জুতা উজিয়ে লাগা আঠা লাগে না মাঝে ভিতরে হাত কেটে যায় বা পাও কেটে যায় চাকুতে লেগে হাতটা উপরে কেটে যায়. Þetta er svo fáránlega óraunverulegt og ósanngjarnt. Þegar ég hugsaði mig sem barn og það sem ég var að gera þegar ég var á þeirra aldri, get ég ekki einu svona ímynda mér litlu Sigríði hérna á götunni að vinna og sjá fyrir sig sjálf. Ég gat ekki einu svona gist heim hjá vinum mínum á þess að fá heimþrá. Syngja, drullumalla, búa til snjókall, fara í útilegu. Það eiga börn að vera að gera. Börn eiga ekki að vera fullorðin þegar þau eru svona lítil. Þau eiga ekki að vinna langa vinnudaga. Þó þetta virki vonlaust, fylltist ég samt von og krafti þegar ég hitt hana Móniku aftur og þá á barnvænu svæði á vegum UNICEF. Hún kemur þangað í hádegishlíinu sínu frá skóverksmiðjunni og fær tækifæri til að læra og vinna upp öll þau ár sem hann hefur misst úr námi. Hún sagði mér stolt að núna væri hún búin að læra nógu mikið til að byrja í skóla í fyrsta sinn. Börnin sem ég hitti á barnvænasvæðinu voru öll að vinna á daginn og höfðu ákveðna drauma hvað þau vildu verða í framtíðinni. Drauma eins og ég sjálf hafði þegar ég var barn. En þau áttu líka stærri drauma. Drauma sem ég óska innilega að rætist. বাংলাদেশটা জানি খুব উন্নত হয় আর বাংলাদেশের শিশুরা জানি বাংলাদেশের শিশুরা জানি না কষ্ট করে আমার মতো জানি এরকম না কষ্ট করে ভাঙাড়ি টোকাইতে জানি না হয় তাদের জানি ঘরে 3 বেলা খাবার থাকে তারা জানি খাইতে পারে